Gústi, hvað fór úrskeiðis í kvöld? Mér fannst ég bara því miður bara vera svona á eftir í bara flestu þáttum leiksins sko. Mér fannst varnarleikurinn, við vorum allt og bara opnir sérstaklega í fyrrhálfleiknum sko. Og þeir voru bara, ég meina, fynnt okkur hvað þetta er annað. Garðar var stórkostlegur hérna og sýndi í raun og veru akkur hann er að fara í atvinnum sko. Hann var frábær og saman með Ómar, við bara réðum ekkert við á sko. Og svo náttúrulega Jón Bjarni eins og hann er á línu, þetta var feikilega öflugur og fær að nota skrokkinn alveg svakalega og við vorum bara í vandræðum með það. Frammi, þar að segja í sóknarleiknum erum við erum með allt og marga tapaða bolta. Við eigum bara marga inni þar, bæði bara í gæðum í árásum og fleiru og það er bara eitthvað sem við þurfum að setjast yfir og undirbúa okkur vel fyrir leikinn á 50. Talar einstaklingsgæðin hjá FH. Þetta er náttúrulega kannski ekkert eitthvað sem ætti að koma ykkur óvart en var orkustigið bara meira hjá FH? Nei, þetta kemur okkur alls ekki óvart. Við erum búin að tala um það að þetta er frábært lið og velmanna lið og þeir eru góðir már og mann og við vorum svona með nokkur degi með á lás í fyrsta leik en bara því miður við vorum bara, eins og ég segi, vorum að tapa mikið már og mann og þá bara lítur varnarleikurinn illa út og náum ekki keislun okkar sem er svona eitt af því sem við kannski erum góðir í. Þannig að þetta er bara eitthvað sem við þurfum að fína sér á og þétta betur á og við þurfum að bara fara vel úr þetta. Snýst þetta hugafar eða? Nei, ég meina hugafar, það mæta allir hérna og gefa sér 110% í verkefni, það snýst ekkert það en við kannski þurfum að skoða það bara, stilla okkur betur af og það er bara okkar allra að vinna í því og mæta tilbúinir á 15. Næsti leikur á heimavelli, frídaginn eftir, viltu ekki sjá aðeins betri mætingu heldur en í kvöld? Jú, auðvitað hefði ég viljað það, var þetta fótboltaleikur á sama tíma hjá Val, þannig að það er nóg að gera í stóru félagi sem ég var, en auðvitað vonast ég eftir því að bara fá enn fleiri valsara á völlin. Ég var ánægður með þá stuðningsmenn sem mættu og studdu vel við baki á strákanum og við erum mjög þakklátir fyrir það, en ég vona að við fáum 300-400 manns í viðbót á 15 og þá verður þetta hörkuveisla.